Hvað segirðu? Skal fá hann? Fá hvern? Fiskinn. Hvaða fisk? Nei, einhver fiskur í vatninu? Hvernig á ég að vita það? Nei, ég meina, bítur hann að þér? Á hvað? Á stöngina. Auðvitað bítur hann ekki á stöngina. Sýnist þeir ég verið með stöngina ofan í vatninu. Ég þurfti nú að byrja á að setja stöngina ofan í vatninu til þess að fiskurinn geti bitið á hana. Þú skilur nú ekki af hverju fiskur ætti að bíta í stöng. Nei, ég er bara að reyna að spyrja þig hvort þú hafið eitthvað fisk. Sýnist þér það líkt í kringum þig? Er ég búinn að veiða einhvern fisk? Heldur að ég éti þá jafnóðum beint upp úr vatninu með haus og sporði? Ertu að reyna að veiða fisk? Auðvitað er ég að reyna að veiða fisk. Heldur að ég standi hér með veiðistöng á bakkanum að því mér finnst það svo gaman? Nei, það ekki. Spurðu þá ekki svo hálfviti. Það þykir nú ekki hálfutagangur í minni sveit að spyrja hvort menn sé að fá. Það er þá skrýtin sveit. Er allir í sveitinni jafn vitlausir og þú? Ég er allavega ekki það vitlaus að standa með veiðistöng við vatn sem engin fiskur í. Hvernig veist þú að það er engin fiskur í vatninu? Þú getur ekki vita neitt um það. Já, þú hefur allavega ekki veit neitt. Nei. Hefur einhvern tíma verið lamin í hausinn að þú spurðir henni svo hálfviti? Nei, hvað spurði? Þó að hafa aldrei skeð er ekki þar með sagt að eiga aldrei eftir að skeð. Hvaða beit þurftu með? Djöfulinn kemur þér það við? Það má maður spyrja. Ég vil ekki banna þér það. Hvaða beit þurftu með? Djöfulinn kemur þér það við? Viltu ekki svara mér? Auðvitað vil ég ekki svara þér. Ef ég vildi svara þér þá hefði ég gert það þegar þú spurði mig fyrst fæðingar hálfvitiði. Þú vilt ekki segja hvernig beit þú ert með? Þú ferð ekki aftur í sveitina þína þar sem allir villi sig hvernig gangum og töða. Þú vilt ekki segja hvernig beit þú ert með? Ef ég segði þér það, þá myndi ég segja þér í leiðinni hvaða beitu ég er með, nautshaus. Þú vilt ekki segja hvaða beit þú ert með? Viltu högg? Slappaðu af maður. Ef þú opnar á það munnin aftur, þá farið högg. Ok. Stend hérna bara á bakkanum og fylgist með þér. Þú opnaðir á þau munnin. Ok, ég skal segja. Já. Hæ. Hvað er að þau? Þú opnaðir á þau munnin. Ég var bara að geispa. Geispa? Þú söngst? Söng ekki. Jæja, þú sagðir Það gerir svona sem maður geispa. Kannski að fábjörnarnir í þinni sveit gera það, en í minni sveit tegir maður þegar maður geispar. Slappaðu af maður. Hvaða sveit er það sem menn eru tuðandi allan daginn? Þú myndi að segja geispa og syngja í leiðinni. Ertu hvað í vondu skapi? Í vondu skapi? Ég er ljómandi af ánægju. Ég er geisla af lífshamingju. Sérðu ekki hvað ég er í góðu skapi? Ég er ekkert í vondu skapi. Annars sýnist mér nú. Auðvitað er ég í vondu skapi. Það séð það hvert fífla ég er í vondu skapi. Ég bara spurði hvort þú væri í vondu skapi. Þó að ídiótinn í þinni sveit spyrji hvert annað í sífellu spurninga sem svörin við eru augljós og syngi þegar þau geispi eða ekki síður hérna. Ok. Ef þú spyr einnar spurningar enn sem svarið við eru augljós, þá drep ég. Slappa af maður. Skal þegja og fylgjast með. Þú myndir ekki drepa mig í alvöru. Auðvitað myndi ég ekki drepa mig í alvöru. Hvað heldur ég sé? Morðingi? Af hverju ferð ekki tilbaka í sveitina þína þar sem menn syngja þegar þeir geispa og millega þeir spyrja heimskulegustu spurningar sem þeim dettur í hug og drepa svo hvern annan eftir þetta hag? Ég gera það ekki neitt. Annað heyrist manni nú. Ef þú heyrir ekki, þá farið högg og ég meina að þú farið högg. Ok. Já, svo þú segir það. Nú drep ég þig!